Hörðu, geggjað, gaman að fá þig heimsókn. Já, bara takk fyrir boðið. Þú komst inn og spurði mig bara, ert í vúdú allan daginn? Já, eða vúti, þú veist, ég veit svo lítið þetta, en það svona ákveðin stemmingina. Það smá svona væp. Já, ég fíla það maður. Manstu, við rákumst nú á hvernig annað fyrir tilvílun í gerð, þá var ég að rifja upp viðtölin sko, ég held fyrsta stóra viðtalið sem var tekið við þig, þá tók ég viðtal við í Íslandi í dag. Þá varstu nýbyrjaður, en samt byrjaður að slá í gegn, sko. Það hefur verið fyrsta tímabilið, þú eru örugglega verið búin að vera svona 2-3 mánuði og varst strax, sko, orðin markaðustu leikmannunum í deildinni, ef maður rétt. Já, komstu heim með það? Já, ég held var það ekki? Jú, ég held það. Já, jú, það passar. Þú veist, við talið mömmu líka og eitthvað, ekki? Jú, einmitt. Það var eitthvað svona, einmitt. Alveg rétt. Jú, ég man eftir því, sko. Og það er rauninni bara, þetta hefur verið kannski þá október, nóvember. Já. Hvað svo leys. Og svo bara skrifa undir hjá Kíl hana, mánuði setna eða eitthvað. Einmitt. Svo endurtókum við leikinn á skjá 1, blæður þessi minning hans. Já. Það var geggjað viðtal. Já, það var vel hefnað. Gaman að því. Það var vel hefnað. Já. Það var svona, einmitt svona svipa konsept og þetta, nema bara TV. Og nú erum við hér til að loka hringnum þegar ferillin er búinn. Já, það verður mitt síðasta viðtal. En hvernig hefur þið getað séð fyrir þér ef við förum bara þangað? Þú veist, þegar þú ert þarna, 17 ára gutti og nú ertu búin að eiga þennan farsæla ferill. Hefur þið getað séð fyrir þér að þetta hefur orðið svona? Já, ég var náttúrulega þrælkokki á þessum tíma, sko. Og já, ég sá alltaf fyrir mér að spila á hæsta leveli og í bestu liðunum. Þannig að það var alltaf stefnan og einmitt bara markmiðið að eiga svona feril í rauninni. En svo auðvitað, þú veist, þegar maður blautur á bak við eyrun þessum árum og þetta er í rauninni allt annað en, þú veist, þú gerir þig grein fyrir. Þetta er miklu meira, þú veist, á þessum árum þegar maður er 17-18 ára, þá er þetta áhugamál og þetta er svo mikil ástríða og það er bara einhvern veginn ekkert annað sem að kemst að svo svona þegar þú byrjar í sem heima, byrjar kannski svolítið þannig og þá ertu svona pínu naív svona í öllum approachum og svo leys og líka bara, þú veist, ég er 19 þegar ég flytt út, 9 ára 19 og þú veist, bara það, ég var með þess að það kokki, sko, ég ætlaði ekki svona að vera með þrifkonu, sko. Okay. Það var bara, mamma bara, jó, eða ekki, þú nú bara aldrei sett í vél eða neitt, sko. Og ég bara, neini, ekkert mál, svo bara, þú veist, komið þau 2 mánuðin setna eitthvað og það var náttúrulega bara, þú veist, ryk í öllum hótnum og ég þóttist að vera á ryksugunni og en svona bara á líka, þú veist, allt öðruvísi mentalitet í, atvinnum manna heiminum, bæði hjá klubbunum og leikmönnum og þjálfurum og allt það, þú veist, þannig er þetta náttúrulega bara miklu stærri business, miklu meira undir, þetta er orðið vinnaðinn og þetta er í rauninni svona, þannig sé fyrsta alvöru vinna mín, ég ætla nú ekki að gera lítið úr húsvararjobbinu í Krikanum, sko, sem ég var í áður, en svona þannig séð, þú veist, og bara mikil pressa og allt það og það er svona, þú veist, það var eitthvað sem að, sko, ég ætla ekki að segja komur á óvart, en það var svona eðlilega, því ég hafði aldrei kynnst þannig pressu. Ég hafði alveg verið með pressu á mér upp yngri flokka og allt það, en ekkert í líkingu við þetta. Þannig að það svona, þegar maður lítur tilbaka, að þá er ég eiginlega þakklátur fyrir hvað ég var, sko, bæði ætla ég að segja bara vel upp á alina foreldrum mínum, en líka svona pínu naív approach, svona barnalega approach, sko. Já. Að svona bara, að því ég kem með mitt hugafar og reyndar er að gefa klúbnum mínum FH líka svona kredita, það er svaka æfingamenningar og svona mentalitet sem að bara, þú veist, ég þekki ekki öðrum klúbbum, en það er svona vinningsmentalitet og hvernig, og líka pælti í hvernig ótt að koma fyrir og trýta fólk og svona. Og þegar ég lítið baka, sko, þegar ég spurði mitt út í svona fyrsta árið sérstaklega, það var svona, þú veist, var þetta ekki erfitt? Og það eiginlega komst ekki að, sko, að því að maður var bara svo fókust, búin að vera þar endar í mörg ár og bara, þú veist, svona fyrir bara eins og heimþrá og eitthvað svoleiðis vera, náttúrulega missa af hellinga stöffi heima, sko,
sem að, þú veist, á að skipta máli að svona, það einhvern veginn bara komst ekki að, sko þú veist, þannig að ég einhvern veginn, sko þú veist, mér er svona þú veist, ég get eiginlega ekki sagt að það hafi verið erfitt af því að það var ekkert erfitt fyrir mig, sko þú veist, ég var ekki komin til Kýlar, besta liði heimi og fara að nota einhverjar afsakanir, einhver önnur svona utanakomandi svona einhver svona utanakomandi fyrirbæri, við getum kallað það skemma það fyrir mér, sko þú veist, og þá kemur inn þetta æfingamentalitet og bara sjálfstraust og allt það sem að gera þetta bara, þú veist, þannig sé alls ekki easy, en ekkert þannig að maður var vælandi hringjandi heim, sko, skilur. Áhugavert, ertu þannig gerður að þú veist að þegar það er mikil pressa þá svona svitsist á einhverju heilanum að það sem einmitt þú nefnir heimþrá og alltaf bara slöknar einhvern veginn á þeim hlutum og þú nærð fram því besta í sjálfu þér? Já, ég hugsa það að þegar að svona, ég finn það að þegar það er erfitt að þá gefur maður í og þá er bara þú veist, það er bara þetta, þú veist, engar afsakanir þú veist, það finnst mér bara þú veist, það er svona sem að ég vil líka miðla eins til yngri kynslóðarinnar og svona, þú veist, þegar það eru nú guttar í kriganum og svona sem að poti í mann og byggjum einhver ráð og þú veist, eitthvað svona og það eru örugglega erfiðustu spurningar sem þú færð, sko þú veist, maður nú farið ótal viðtöl, sko en að fá frá einhverju 15 ára, hvað get ég gert til þess að verða bestur, sko, maður er bara, wow, þú veist en það er pínu þetta, sko, þú veist, það eru bara engar afsakanir og gera hlutina, þetta er svona pínu ekki það, ég var nú alltaf sponsora Adidas, en þú veist, besta slókan finnst mér í heimi hjá Nike, sko bara just do it, skiljur og það svona einmitt, já, þegar reynir á, þú veist ákveðin pressa eða bara svona erfitt að þá þarf þetta að stígu upp og af því að það er líka, sko þú veist, að vinna úrslitaleik með einu marki á síðustu sekundu eða vinna hann með 16 mörkum, þú veist, ég hef gert bæði og það er bara himinn og haf skiljur, þú fagnar ekki deila þegar þú vinnur úrslitaleikin með 16, sko veist, þannig að þegar það er erfitt og því, þú veist, texta að gangi gegnum það er bara svo mikil sigur, bara fyrir sjálfa þig, sko þú veist, burt sér frá liðinu, aðdáendum með hverju sem sko, bara fyrir sjálfa þig að líða vel, sko En hvað með þá einmitt þetta, hvað er stór, þú veist, að því auðvitað, ég held ég hef heyrt talað um einhverju viðtala, þú veist, þú velur handboltan, að því þú hefur kannski séð svolítið, þú veist, þar væntanlega bæði líkamlega og annað að þar myndu hæfileikar þínu nýtast vel, en þú talar um bara þetta hugafar. Ég horfa á eitthvað eins og þig og ég sagði, þú veist, þú hefur örugglega líka náð árangri í fótbolta eða körfubolta, út af því þú ert með eitthvað, því maður hugsa þegar samkeppnin er orðin svona mikil, hæfileikandir einir og sér fleita er ekki nema ákveðið langt, þú veist, og maður hugsa íþróttamenn á hæsta leveli, það er eitthvað sem þeir eru með sem að myndi alltaf færast yfir á aðrar íþróttir líka. Hvernig sérðu það? Ég meina, heldur að, þú veist, ef þú hefði bara sett tunnelvision í fótbolta, körfubolti náttúrulega kannski aðeins annað dýr, bara út af, þú veist, að það er eftir náttúrulega, þú veist, við komum í NBA og eitthvað, þá er náttúrulega bara, líkamlegt atgerfið þessara gæi er náttúrulega bara svo rosalegt að það er erfitt að vera ekki 2 og 10 og 130 kíló og vera bestur, sko. Já, svo sér maður að það er endara bestu leikmennir Evrópubúarnir, þeir eru nú ekkert í toppstandið þarna hér, það er ótrúlega, sko. En nei, já, ég hef alveg fengið þessa spurningu áður og þetta er góð spurning, af því að ég er alveg samfærður um það. Ég, til dæmis, á ferlinum, þú veist, maður sagði alltaf, sko, svona í byrjun, sko, þú veist, að þetta er 50-50 í hausinn og, þú veist, hæfileikar, sko. Þú veist, fyrir mér er þetta í dag bara 80-20, sko. Hausinn 80, sko. Það er svolítið. Já, þú veist, að því að líka, sko, þú ert með talent. Þú veist, þú þarft hausinn í að gera allt. Þú þarft hausinn í að fara á aukaæfinguna, hausinn í að mæta á æfinguna, fyrsta lagi mæta á æfinguna, og svo ertu hausinn í að, sko, ætla að verða betri á æfingunni, skilur, verða betri eftir æfingun heldur þú mættir. Þú veist, þú ert hausinn í að samskipti við leikmenn, samskipti við þjálfara, hvernig þú veist, bara, þú veist, allt í kringum þetta, hvernig þú trýtar, þú veist, sportið, hvernig þú trýtar þetta sem þú ert að gera og bara hvað sem það er, skilur, þú þarft hausinn til þess að, þú veist, 1.000.000 æfingar sem ég nefndi ekki á, sko, 1.000.000 æfingar, þú veist, bara hvaða æfingar sem er, sko, tala nú ekki einhver útihlaup í ágúst og eitthvað kjaftaði, sko, nei, skilur, þetta er bara þannig, en þú veist, ef þú setur hausinni og allar þessar auka æfingar, þú veist, bara það, þú veist, ég hef margar af mínum auka æfingum,
hafa ekkert verið spesæðingar, sko. Þú veist, í gymminu eða hvað sem það er, sko. Þú veist, það er bara að mæta. Þú veist, bara ég er einn hérna, þú veist, allir eru á hérna, þú veist, busaballinu eða eitthvað, þú veist, þá er ég hérna klukkan, þú veist, 21:30, bara eitthvað að lyfta og gera bara eitthvað, þú veist. Bara það og að koma þér, sko, þú veist, svo setti maður alltaf inn, sko, maður hugsaði alltaf hina, sko, notaði þá svolítið, maður byrjaði á því helviti snemma, þú veist, shit, allir hann sé út að hlaupa núna, skiljur, þú veist, og þá fór maður eitthvað út í krika og tók eitthvað sippuband með og sippa og hlaupa, eitthvað, skiljur, og svo fulltur og glæðis sem maður var ekkert spes fyrir líkamann á mér, sko, en bara hérna, þú veist, hausinn, og það svona, og að komast, sko, komast líka, og ég lærði það, stórvinu minn, hann Logi Geirsson, hann, hérna, kendi mig það, komast líka, sko, yfir þessu 100%. Og það þú veist, bara eins og í gymminu, skiljur, að þú ert eiginlega, þú veist, bara skrýður út úr gymminu, þú veist, sem aftur, þú veist, þetta hérna, rannsóknir búin að sýna hvernig á að lyfta og og allt það í dag, en bara það að þú gerir það, að þú treystir ekki að keyra strax heim eftir æfingu, skiljur, þú situr fyrir utan og bara með eitthvað Gatorade eða hvað sem eða svona Hydrate. Nei, þú veist, og að hérna, bara það að þú farir yfir þessu 100%. Þá líka ertu, sko, þú veist, þú ert alltaf þreyttur síðustu 10 í leikjum eða síðustu 5. Þú veist, en þá hefur þú farið þangað, sko, og þá þekkir það. Þú veist, þá getur þú leitað í það, sko. Þetta góð punktur, þetta minnir mig pínu á að ég búin að fá hann hérna Sigurjón Erni ofur hlaupara hingað tvisvar, og hann reyndur að tala þú veist, þegar hann hefur verið að taka þessi 100 kilometra hlaup og eitthvað, að þá farir í gegnum, sko, fer kannski í gegnum tilfinninga hluti sem að venjulega manneskja fer í gegnum á 3 árum, en þú fer í gegnum það á 10 klukktímum, út af því þú bara þarft að mæta einhverjum, sko, hindrunum sem eru þannig að þú veist, þú ert að gefast upp, þú bara nærða að fara í gegn og þá ert að styrkja skapgerðina bara eins og vöðva og einhvern veginn þá veistu að þú getur þetta. Já, ég held að við erum að nýta bara, þú veist, ég veit það ekki, ég hef nú eitthvað að lesa það, þú veist, það er svolítið síðan, sko, en ég ætla ekki nú að henda einhverjum tölumendil út, en samt mér finnst við vera nýta svo lítið af okkar, þú veist, hæfileikum og afkasta getu, sko. Klárlega. Bara, þú veist, mér finnst það bara, ég held að við hefum ógeðslega mikið inni hvað þetta verðar, þú veist, og í svona mómentum að þá fattar maður það, sko, þú veist, þetta er svona, þú veist, auðvitað kemur það í gegn þegar þú ert að reyna, þú veist, þetta ekki, bjarga barninu í einhver staðar eða hvað sem það er eða hérna, þú veist, þú ert að drukna eða eitthvað, þá fara einhvern ofurkraft, sko, eða, þú veist, ofurkraft, þú veist, er það ofurkraftur, skilur, ég held bara meira að við eigum þetta alltaf inni, sko, en það er bara, ég held að sé, þú veist, hægra sagt en gert að ná í það, sko. En hvað með mitt að, þú veist, segjum þú sést með 2, því að þegar ferliðin að byrja og þú ert þarna 17, að þú veist, kannski með 2 krakka og annar krakkin kemur frá þannig fjölskyldu aðstæðum og eitthvað að hann bara þarf að byrja að grænda mjög mikið og byrja strax og svo eru báðir aðalandi 17-18 og hinn þurfti kannski ekki að hafa jafn mikið fyrir hlutunum en þeir eru á sama leveli. Verður ekki alltaf erfitt að þú veist, því fyrr sem þú byrjar því betra, er það ekki að grænda þá, meina? Já, þá er að meina ef það er bara næstum því einhvern veginn bara í frumónuðinum, bara taugakjárunu síðan krakki, að þú kannt að þurfa að hafa fyrir hlutunum versus kannski krakki sem hefur pínu haft það gott, að þá þarf hann allavega að æfa sér mjög mikið í að geta náð upp því sem hinn er þegar með. Já, jú, ég er sammála því, sko. Mér finnst það, því að líka, sko, þú veist, in the end, þá snýst þetta sko, bara hard work, sko. Þú veist, leggja inn vinnuna og bara meira en aðrir og meira en þú í rauninni tilur þig geta, sko. Þú veist, og vera að koma þér óvart í þessu ferli, sko. Alltaf bara þú veist, ég man eins og þegar maður var að lyfta á þessum tíma, sko, þú veist, og maður skrifaði niður æfingarnar og, þú veist, maður ger alltaf meira en maður skrifaði niður, sko. Já. Skilur, alltaf. Þú veist, það er bara, það klikkaði eiginlega ekki, sko. Þegar manni fannst það orðið bara, þú veist, þú vildir alltaf bæta þig og fara lengra, fara næsta vika, þá þarf ég að, þú veist, verði ég að, hérna, þú veist, hlaupa hraðar eða meira eða lyfta þyngri lóðum eða hvernig það er. Og þetta er ég þarna á, skilur, ég er 16-18. Þannig er ég náttúrulega bara að þyngja mig líka, skilur, ég er í þessu ferli, en þá læri ég það, þú veist, þetta þar, þú veist, og ég kem náttúrulega, þú veist, bara, þú veist,
góður í fjölskyldu og bara basic uppeldi, hafði það rosa gott og allt það, en ég reyndar líka það heppinn að pabbi minn var náttúrulega afreksmaður í körfu á Íslandi, sko. Já. Hann var bara uppi á vilsum tíma, þannig að fór hann ekki út, sko, út af Bósmann og reglunni og því öllu, sko. En hann kunni á mig og hann til dæmis, sko, ég var með svaka skap og hann ákvað að þjálfa mig 12 ára í körfu. Og skapið mitt á þannig að ég, það var orðið þannig að ég náttúrulega bjó heima hjá þeim, að ég var farin að hjóla á æfingar og hann keyra, sko. Ég þoldi hann ekki, sko. Og hann alveg viðurkennt við mig, sko, löngu seinna að þetta var bara eitt erfiðasta ár hans í uppeldi, sko. En það sem að ég honum þakklátur, sko. Ég var rífandi kjaft við dómara og ég var fussandi og sveigjandi yfir meðspilurum, sko, þeir var ekki jafn góður og ég og alveg, sko, haga mér svo fíbl. Hann tók mig bara þarna og gjörsamlega jarðaði mig, bara hver heldur þú sért, skilur, bara svona nærði ekki árangri og darlalala og allt það og lét mig vinna fyrir þessu og allt það og ég raunni bara síðan ég var 12 ára eða 12-13, það bara, ég aldrei mist mig í leik, aldrei mist mig á dómara, öll svona samskipti og allt þetta og ég bara tengi að gjörsamlega við þetta ár, sko, Já, geggjað er líka fallegt þegar þú segir að hann hafi sagt þér þetta sé eitt erfiðasta árið hans í uppelda því að manni finnst pínu í samfélaginu svona síðustu 5 ár, kannski 10 ár svona smá bómullavæðing og þá það þetta skilur að já, stundum það besta sem við getum gefið barninniðin bara tough love en það kannski ógeðslega erfitt fyrir þig því að þetta langar þig bara að vera næs við barnið þitt alltaf en þú ert bara að hugsa, hvernig get ég séð til þess að þessi einstaklingur verða á sem bestur stað sem fullorðin manneskja hann tók þetta á sig hana það voru einhverju 9-10 mánuðir og eins og ég segi, ég fór ekki með honum í bíl sko mér finnst það geggjað já, bara fór, svo hafa þau sagt með mamma og pappi sko, ég var það beða mömmum að koma út að rúnda sko og þá var ég alveg vælandi yfir honum allan tíman í bílnum og alveg sko og og það sem ég finnst svo geggjað líka við þetta sko að því að nú á maður börn sjálfur að hvernig honum tókst að gangi gegnum þetta sko í þennan tíma sko en þetta lagaðist ég með mánuðunum og allt það og hann kannski sér progressið skilur, bara ok, þetta að virka og heldur þessu bara áfram en ég, og ég svo ævinlega þakklátur honum fyrir þetta sko, að því ég man alveg eftir því þannig að það rétt bara fyrir þetta, ég var erfiður sko, skapið var svona mikið og ég vekk ekkert á móti miklu skapi sko, en það ert að beina því í rétta átt sko, og hann tókst það. Er það ekki annaðið mitt sem að maður hugsar, að vera með skap, það svona smá skugga hlið, en þú hugsar sko, þessa bestu íþróttamenn, jafnvel, Messi, sem virkar rosa næs gæi, en svo hefur maður stundu sé bara glitta í bara eitthvað trilling. Já. Er það ekki alltaf einhvern veginn hluti af því að ná svona langt í svona mikilli samkeppni hjá fullvasta kallmönnum? Þú verður að hafa skap, en þú verður að kultiveita þannig að það sé ekki að verða til trafala, sko. Jú, sko, algjörlega. Þetta er þannig að liðið er alltaf númer 1, 2 og 3. Alltaf, sama hvað. Og skapið, ég hef oft lendið því, að því ég er með mikið skap. Ég næ alveg að kontróla því helviti vel. Ég hef oft samt lendið því, verið eftir æfingar eða leiki sem ég er ósáttur með. Þá hef ég verið út í bíl að öskra á sjálf á mig, sko. Skilur, þannig séð, skilur, bara brjálaður á leiðinni heim, berjandi í stýrið og eitthvað, setja á einhverja tónlist sem gerir mig geðveikan og eitthvað, en þú passar þig inn í klefanum. Auðvitað á það stundum við, skilur, auðvitað bara búin að, eins og talaði mætir ekki til leiks eða hvað sem það er og þú tekur smá rant, sko, en þú passar þig, þú ert ekki ljótur eða þú ert ekki endilega persónulegur nema, það er þetta mismunandi eftir leikmönnum, sko, sumir geta tekið og það er ekki, en það er frekar, sko, að þú farir eitthvað afsíðis og tekur það út þar, sko, bæði að því að þá út að vernda liðið og líka þá, bara fyrir sjálfa þig, sko, komaði út, það, leið og það er eitt af því sem að ég fann, þetta er svona passion, sko, sem að ég fann einmitt núna ástæðan fyrir ég hætti núna í sumar. Átti náttúrulega 1 ár eftir, að það var eiginlega svona, ég fann það svona, wow, passion.
Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.